Verslunarmiðstöðin Krónan sem staðsettir í göngugötunni á Akureyri var byggð fyrir 22 árum. Húsið á 6 hæðum og þar að finna margvíslega þjónustu. Fyrstu 2 hæðir hússins voru hannaðar fyrir verslunarrekstur en verslunarplássin á annarri hæð hafa þó ekki alltaf verið full nýtt. Nú stemmingin á annarri hæðinni að breytast því 4 ný fyrirtæki, jógastúdíó, ráðgjafafyrirtæki, fótaaðgerðarstofu og listmálari hafa hreiðrað þar sig og gætt hæðina auknu lífi. Jógahofið eitt af þessum nýju fyrirtækjum sem voru opnað hérna í Krónunni. Segja okkur aðeins frá ykkar starfsemi. Við erum sem sagt, jógahofið flutti hingað í Krónuna í desember á síðasta ári. Þar vorum við áður búin að vera í rúmt ár hérna á Brekkunni í Viðjulundi. En svo í desember þá datt þetta húsnæði upp í hendunar á okkur. Svona bara útaf fyrir okkur hér í kósí rými. Þannig jógahofið var stofnaði mitt ár 2013. Og hvað eru þið nákvæmlega að bjóða upp á hérna? Við erum að kenna hatha jóga og kundalini jóga, við erum að kenna jóga nidra og svo erum við að kenna krakka jóga. Og meðgöngu jóga. Já. En hvernig það að koma út að vera með svona starfsemi í verslunarmiðstöð? Maður sér alltaf jóga fyrir sér í svona rólegu umhverfi en hér eru þið mitt í miðbænum við aðal verslunargötu bæjarins. Það alveg bara alveg frábært og við erum mjög duglegir að segja fólki það að það mjög mikilvægt að læra að hugleiða og slaka á í öllu þessu áreiti sem við erum í dagsdaglega. Og það eiginlega bara mjög fáir heldur sem að lifa við það. Það aðstæður að geta bara alltaf kúpla sig alveg út og fengi þöggun og rólegheit og þess vegna slakað á. Þannig að fólk þarf að gera það líka þegar það árið í kring. Og þess vegna finnst okkur bara svolítið gott að vera í lifandi húsi þar sem hún heyrir. Bara utan á götinu og í fólkinu frammi og bara taka við því og ná samt innri ró. En það samt alls ekki þannig að hér sé ykkur læti alveg út í eitt bara langt frá því. En við heyrum, við erum í lifandi húsi og við heyrum í bílum og við heyrum í fólki tala saman og svona, en það bara allt í lagi. Bara mjög notalegt. Og mikill jóga áhugi hérna í bænum? Já, það það. Bara mjög mikill. Og við höfum fundið jafnvel bara miklu aukningu síðan við byrjuðum. Upp á við. Og fólk mjög mikið að leita sér að leiðum til að fá meiri innri ró. Og fólk vill mikið ná að hafa meiri stjórn á sinni líðan. Það svolítið að uppgöta að það getur það. Við erum ekkert bara eitthvað, með þessu ringur við þurfum ekkert alltaf að taka þátt í henni. Við höfum alveg, þennan eiginleika að geta kúplað okkur út. Og það gaman að sjá, fólk svolítið uppgöta það. Ég heyrði hérna frá einum nágranna ykkar hér í verslunarmiðstöðinni að eftir að þið komið í húsnæði þá andinn bara orðin svo miklu betri og slakari hérna. Haldið að segja eitthvað til í því? Ekki spurning. Ég varst ekki klárlega. Þið eru að dreifa lavanderilnum hérna gangana? Já, mjög meðvitað. Reynum að slaka niður hérna bara, stundur reynum að ná því alveg upp á 50. Það verður að teljast nokkuð óvenjulegt að finna listmálara með vinnustofu í verslunarmiðstöð. Linda, hvernig kanntu við því hérna? Bara vel Já, það bara, ég hafði smá efasemdir, skal viðurkenna það. Þegar þetta kom upp þá hafði ég efasemdir það að þetta væri kannski endilega málið að bara af hverju verslunarmiðstöð, pínu skrítið, svo hugsaði ég bara býta ég listamaður og af hverju ætla ég að setja mikið kassa, skipti það einhverju máli hvar vinnustofan Ég var rosa hrifin að því að fá svona pláss sem var svona rosalega opið og það líf hérna því að það líka ókostur fyrir listamann að vera bara innilokaður einhvers staðar út í bara Njarðarnesi eða hvað sem heitir bara vera alein þar bara allan daginn og þannig að það líf hérna og stutt að fara út og bara innan fólk og fá innblástur og svona og það finnst mér skipta meira máli og bara frábært, miklu betra aðgengi að fólki heldur en það sem ég var. Og þú ert að vinna hér að þinni listsköpun og svo ertu líka með námskeið? Já, ég með námskeið bæði í olíumálun og akryl, vatnslitamálun, skrautmálun og skrautskrift og já, bara ýmsu fleiri, allt frá eiginlega handverki og upp í alls konar listgreinar og ég bara get snúið hér öllu við bara svona eins og Mary Poppins bara næstu og þá erum við bara komið með nýja kennslustofu. Allt bara hreyfanlegt. Hljómar mjög vel.
En mér skilst að hafi nú kannski ekki verið alveg svo einföld þessi ákvörðun fyrir þig að koma alfarið hingað í Krónuna. Þú sagðir upp föstu starfi til að opna þessa vinnustofu. Já, það var mjög erfið ákvörðun vegna þess að bæði, ég var búin að vera í félagsmiðstöð eldri borgara upp í Víðilund og út í Buðusíðu í 8 ár og maður auðvitað búin að eignast marga bara vini þar, bæði samstarfsfólk og bara notendur og það var eiginlega erfiðast að sko yfirgefa þau einhvern veginn pínlítið og það var líka bara mjög skemmtilegt starf. En ég var í fyrra, var ég með stóra sýningu og ákvað bara prófa að vinna eiginlega bara fulla vinnu og vinna svo bara aðra fulla vinnu við að undirbúa þessa sýningu í 9 mánuði og leið og sýningin var búin að hún gekk vel að þá fór ég svona að hugsa verulega það að ég verði bara að fara að velja því að það ekki hægt að vinna 200% vinnu til lengdar, það bara ekki hægt. Þannig ég ákvað bara að þegar ég var komið þessa vinnustofa því að við varð eiginlega að flytja þar sem ég misti vinnustofuna sem ég var og að bara, já, fyrst maður hefði þetta góða aðgengi og fínt pláss að bara stökkva. Og nú ertu bara listamaður í fullu starfi? Já. Nú ég bara listamaður í fullu starfi. En fyrst við erum komin hingað á vinnustofuna þá verði ég eiginlega að spyrja þig út í þetta skrýtna herbyggi sem hér að finna. Þú kallar þetta óravíddir. Segðu okkur aðeins frá þessu spegla herbyggiðinu. Já, þetta útskriftarverkefni mitt úr myndlistarskólanum. Ég útskrifaðist þaðan 2006. Það var síðan á sýningu í Ketilhúsunum sumarið og fór síðan bara geymslu því að það tekur mikið pláss og ég hafði ekki pláss fyrir á þeim vinnustofum sem ég hafði þá. Svo tókum við Ólafur Sveinsson sem var með þá vinnustofu ákvörðun að setja þetta upp á vinnustofunni, búa til pláss fyrir hann á afmæli Akureyrarbæjar. Og það vakti svo mikla lukku að ég hef ekki tímt að skilja við það og það var allt í skilyrði að þegar ég flutti að ég fengi vinnustofu þar sem ég gæti komið hann fyrir. Svolítið sérstakt að fara þannig inn og loka sig af? Já, þetta svona speglarými og það sem bara speglar í hólf og gólf og ég með svona ákveðna lýsingu þarna inni sem býr til ákveðin hughrif og þetta ákveðin, bara mismunandi upplifun fyrir fólk, marga vegu, þannig að þetta bara mjög gaman, fólk getur komið hérna og kíkt í kassan þegar það vill.